Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 16. júlí og árið er 2025. Þessi þáttur eru bóði Alvörubón, Poulsen, Bæjarins bestu pilsur, Fiskhúsið.is og Happy Hydrate. Ef þið viljið fá hana þátt á undan öðrum og án auglýsinga og farið að sjálfsögðuna partus.is /1pæling og gerist þar áskrifendur. Það er Ég var nú að sjá, ég held að latte á Starbucks, það er að segja stór latte, kosti minna heldur en áskrift, þannig að ef þið viljið hugsa þetta þannig að þið séu að borga kaffibolla, það kostar ekkert 990 krónur í dag nema þessi áskrift, þannig eins og segi, ef þið hugsið að ykkur þykir vænt þetta efni, þá er það ekki bara það að þið séu að fá hana þátt án auglýsinga og undan öðrum, heldur líka til þess að sjá til þess að þetta efni verði yfir höfuð til. En áskrifendur eru stærsta auðlind þessa hlaðvars. En margt að gerast, 71. málsgrein virkjuð, kjarnorku ákvæðið svo kallaða til þess að stöðva málþóf Framsóknarflokksins, Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins í viðgjöldumræðum. Margt að segja margt að segja hvaða áhrif það mun koma til með að hafa. En það er svo sem ekki eitthvað sem ég er að ræða hér í dag. Ég ætla að ræða það við einhverja viðmælendur núna næstunni. En í dag er ég með svona hitt og þetta, það hefur að gera með menningamálin. Ég er ekki með prompterinn hérna fyrir framan mig sem ég er stundum með, þetta er meira svona eins og þeir sem hlustuðu á mig þegar ég var út á tenni, að þá var ég bara svona að tala beint í kameruna og fara yfir svona mínar hugleiðingar daginn og veginn, það sem var að gerast á hverjum tíma. Og þetta verður keimlíkt því ég er ekki með prompterinn, ég var að koma úr fríi og ég skildi hann eftir fyrir vestan og þannig að þið þurfið að þola það að ég verði bara svona að masa það sem að mér þykir áhugavert akkurat í dag. En á meðan ég var í fríi þá tók gildi ákvörðun sem að hefur hún vakið ákveðna hneykslan en hefur verið í bígerð svo litið lengi og hún kemur frá Danmörku og það er ákvörðun Mette Frederiksen og hennar ríkisstjórnar það að bæði lengja herskyldu og að sjá til þess að bæði kynin skuli þurfa að sinna herskyldu. Það var held ég valkvætt fyrir konur hvort þær myndu vilja sinna herskyldu en það er ekki lengur þannig og áður voru 24% kvenmenn í herskyldu í Danmörku en það mun koma til með að breytast alla jafna ef að Danir halda þessum hugmyndum til streitu. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag. Það sem að mér finnst kannski áhugaverðast við þetta er að þetta er líklega stærsta skref sem að Mette Frederiksen hefur tekið af reyndar mörgum stórum sem hún hefur tekið í málefnum, menningartengdum málum, bæði hvað varðar hælisleitendur og innflytjendur í Danmörku sem eru af öðrum menningarbakgrunn og ég held að þetta sé hvað stærsta skref í þá. Ég held að þetta hafi minna að gera með það að NATO þurfi að, NATO-ríki þurfi að setja meiri pening í varnartengd mál. Ég held að hafi minna að gera með stríðið í Úkraínu. Það er að fara rök fyrir þessi líka út af því, en ég held aftur á móti að Mette Frederiksen sé svolítið að slá tvær flugur í einu höggi með þessari aðgerð og ástæðan er einfaldlega sú að núna hafa menningartengd mál, sérstaklega í Evrópu, komist svona meira og betur á dagskrá að mínum mati. Mette Frederiksen farin svona að horfast í augu við vandann, Svíar eru farnir að horfast í augu við vandann. Ég held að hafi verið hvort það hafi verið forsætisráðherra eða utanríkisráðherra sem að sagði einfaldlega að annarkvort myndu þeir sem að flytja til Svíþjóðar aðlagast að samfélaginu eða þeir þyrftu bara að fara. Sagði að Svíar væru öfgakenndir í því að vilja viðhalda sínum siðum og venjum, sérstaklega hvað varðar menningartengd mál gagnvart konum og samkynhneigðum. Og í Danmörku hefur náttúrulega Mette Frederiksen verið að taka mjög svona, stíf skref
í því að þrýsta fólk í það að aðlagast samfélaginu sem hefur ekki bara gerst náttúrulega eins og náttúrulega við vitum öll, eins og allir vita, segi ég ætla ekki að segja að við vitum öll. En hérna, já, núna það sérst þannig að þetta heitir sérst svona lottery draft, eða það að segja lottó úrval, þar sem að þú ert með möguleika eftir að þú ert orðin 18 ára á því að vera kvaddur til herskyldu og allar stúlkur yfir 18 ára eiga þess, já, geta þá lent í þeirri stöðu að vera kvaddar í herinn. Og þetta mjög áhugavert út af því að það sem hefur náttúrulega verið að gerast sérstaklega í Evrópu að það hefur verið meira á dagskrá að tala utanríkismál. Það að segja við erum með Gaza, við erum með ýmis mál og hvað varðar Íran. Þetta hefur margt til að gera með Miðausturlönd, þó svo ekki alfarið. Það eru líka önnur lönd þannig sem að hafa, lent í ýmsum deilum, hvað varðar minnihlutahópa í Danmörku, Svíþjóð, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi og víðar reyndar alla Evrópu. Og það sem ég held að Mette Frederiksen sé að gera þarna að krefja fólk það að velja hvort það ætli að aðlagast dönsku samfélagi eður ei. Og ástæðan einfaldlega sú að sko, ef að konur þurfa að sinna herskyldu og eru til dæmis af miðausturlönskum bakgrunn og eiga kannski íhaldsaman föður, íhaldsaman maka sem sem sagt múslimi, að þá eru mjög mikla líkur á því að viðkomandi karlmaður taki það ekki í mál og sé ólíklegur til þess að vera tilbúinn til þess að senda konuna sína eða unga dóttur í herinn í Danmörku. Ekki gleyma því sko að Danmörk náttúrulega í NATO, sem að þýðir það að ef að viðkomandi einstaklingur og viðkomandi stúlka kvödd í herinn, að þá gæti hún þurft að berjast undir merkjum og fánum NATO. Sko, það eru náttúrulega margir sem að vita þetta, en sko Danir eru miklu duglegir að flagga fánunum sínum heldur en við til dæmis Íslendingar. Það miklu líklegra að Danir séu með svona fánan við ýmis tilefni, eins og ef þið hafið einhvern tímann séð stúdenta klára stúdentspróf, að þá í Danmörku danska fánanum flaggað mjög mikið. En það sem hefur náttúrulega verið tekið eftir í ýmsum mótmælum til að mynda á undanförnum árum að það eru fánar annarra ríkja sem að hafa verið meira áberandi. Þá erum við að tala til dæmis eins og Palestínu, við erum að tala Íran, þá erum við bæði með þennan íranska fána með ljóninu, þessu gula ljóni sem að þá að lýsa yfir hollustu við það fyrirkomulag sem að var áður en að íslamska byltingin átti sér stað, þegar Khomeini tók við og steypti Reza Pahlavi af stóli, og þá tók náttúrulega við annar fáni sem með svona, rauðum einhverjum heikabli eða eitthvað. Ég veit ekki, þetta örugglega eitthvað merki, þetta rautt merki í íranska fánanum sem var skipt út fyrir ljónið. Og það sem við erum að taka eftir í dag að þessir fánar eru miklu meira áberandi í mótmælagöngum og sem bara ýmsum göngum. Við sjáum til dæmis að pakistanski fáninn í Bretlandi töluvert meira áberandi heldur en breski fáninn. Það hefur náttúrulega verið ákveðin meðvirkning gagnvart í að svona öfgaöfl sem að segjast verið voðalega umburðarlynd og góð öfl eru alltaf að tala niður fána allra ríkja. Bandaríski fáninn vondur, breski fáninn náttúrulega bara eitthvað fasistatákn. Maður hefur reyndar ekki séð mikið það íslenska fánanum, en aftur á móti á öllum þessum mótmælum og sér maður hvergi íslenska fánan. Íslenski fánan oftast flaggað bara af þeim sem að okkur tjáð að séu fasistar og rasistar og ógeð, sko, sem mjög áhugavert. En í samhengi við þessa herskyldu Mette Frederiksen þá held ég að verði ákveðin togstreita gagnvart þessu máli, þar sem að verða ungar stúlkur sem að eru með bakgrunn sem kannski á rætur sínar rekja til Miðausturlanda, og hvort að þær séu þá tilbúnar til þess að berjast undir þeim merkjum, út af því að það sem að hefur kannski verið og
áhugaverðast sko hvers konar einkenni í fyrsta sæti hjá mismunandi hópum. Og í Bretlandi til dæmis þá er fólk frá til dæmis Pakistan ólíklegra til þess að segjast vera Breti fyrst og fremst og þá kannski Pakistani British eða einhvers konar pakistanskur Breti. Og Pakistan þá kannski miklu líklegra einkenni sem sett að forgrunni. Og það mjög áhugavert að ímynda sér hvaða langtíma áhrif það getur haft. Ef þú ert með marga hópa sem eru með mismunandi einkenni á sama stað, að þá mjög ólíklegt að það muni enda með farsælum hætti. Og ég held að þetta muni koma til með að móta ákveðna togstreitu, en ég held, eins og ég var nú að segja, að þetta sé langstærsta skref sem Mette Frederiksen hefur tekið í því að takast á við hælisleitenda og menningatengdan vanda sem varðar bara átök sem margir telja reyndar að séu bara óumflýjanleg. Maður sem heitir David Betts sem ég búinn að vera að fylgjast með sem segir að einfaldlega í Bretlandi að þá muni borgarastyrjöld eiga sér stað og hann mjög staðfastur í því að Bretar séu komnir fram af bjargbrúninni, að þeir munu koma til með að sjá einhvers konar styrjöld eiga sér stað. Hvort að það sé hægt að koma í veg fyrir það eða ekki, ætla ég ekki að segja, en hann aftur á móti heldur því fram staðfastlega að þetta muni leiða til átaka og að það sé löngu komið fram yfir bjargbrúnina og þetta verður ekki lagað áður en að til styrjaldar kemur. Ég held aftur á móti að við á Íslandi séum við töluvert betur í stakk búin til þess að takast á þennan vanda. En David Betts kemur með, hann prófessor og doktor í skóla sem ég man ekki núna hvað heitir, ég setja henni upp hliðina á mér. En það sem áhugavert að hugleiða í þessu að samkvæmt hans kenningum borgarastyrjaldir, og hann sérfræðingur í borgarastyrjöldum, að ef að það síður upp úr í einhverju landi að þá það mjög líklegt til þess að smitast yfir á önnur lönd. Það að segja ef að einhvers konar bylting á sér stað einhvers staðar í Evrópu, sama hvort að það verði hópar þeirra sem hafa komið eða hópar sem fyrir voru, að þá það mjög líklegt til þess að færast í aukana þá í öðrum ríkjum. Og þess vegna mjög mikilvægt að við spyrjum okkur þeirra spurningar að ef að upp úr síður í Evrópu, hvernig ætlum við að takast á við þann veruleika sem óumflýjanlega mun smitast yfir hingað. Og ég held að sé reyndar margar leiðir að því, ég held að við séum bara vel í stakk búin til þess að gera það, en það ekki hægt að horfa á það með barnalegum, eða horfa á það á svona barnalegan máta. Það að segja að við getum ekki verið of bláir gagnvart veruleika Evrópu. Þetta umræðuefni hefur náttúrulega verið að eiga sér stað í gríð og erg og það verður mjög áhugavert að fylgjast með þessu. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. En ég held að reyndar að verði bara áhugavert að fylgjast almennt með þessari ákvörðun Mette Frederiksen var flýtt. Þetta átti að koma til kastana árið 2027, 1. júlí 2027 ef ég að muna rétt, ég ekki með þetta hérna fyrir fram mig, en þessari ákvörðun var flýtt til núna 1. júlí 2025. Margir pirraðir yfir því en þetta hefur verið lengi á döfinni og það verður bara áhugavert að fylgjast með því hvort að þetta muni hafa einhver áhrif og hvort að við munum ekki sjá önnur ríki grípa til áþekkra aðgerða. Ég held að við munum koma til með að sjá mikið í Evrópu ákvarðanir sem að hafa með þetta að gera, þar sem að afleitar afleiðingar verða að þrýsta hópum þeirra sem hafa komið til Evrópu í það að aðlagast eða þá að fara. Og það miklu raunsærri í raun, mér langar að segja, það raunsærra viðhorf gagnvart þessu heldur en til dæmis við sjáum hérna.
Það miklu raunsara viðhorf gagnvart þessu í Danmörku, í Þýskalandi, minna í Frakklandi, en þar líka vandinn orðinn svo svakalegur. En í Bretlandi náttúrulega bara átaka, físnin orðin mjög mikil. Við erum að sjá núna Nigel Farage, ég ætla reyndar að spila henni í lokin, viðbrögð hans við afganska skandalnum svokölluðum sem ég ætla að ræða henni eftir smá. En ég meina Reform UK eru bara allavega samkvæmt skoðanakönnunum að fara að rústa næstu kosningum. Hvað þýðir það til dæmis fyrir okkur? Búið til einhvers konar aðgerðar áætlun, hvernig við bregðumst við því? Þarf kannski ekki að bregðast við því? Það bara eitthvað svona hluti af einhverjum raunveruleika sem við bara fljótum með? En þetta samt allt hluti af einhverju sem ég hef talað áður, og það óþol gagnvart ákveðnum svona hugmyndum sem ég reynda til að séu dellu hugmyndir sem hafa tröllriðið öllu sem að viðkemur okkar samfélagi, þar sem að okkur hefur verið tjáð það að ef við erum nægilega meðvirka þá verðum við einhvern veginn hamingjusöm. Samhliða þessu hafa allar félagslega breytur og efnahagslega breytur komið til með að versna að einhverju leyti fyrir hinn almenna borgara. Jú, það hægt að fara rök fyrir því að hagvöxtur hafa verið góður, það hægt að fara rök fyrir því að fyrirtækjum gengur þokkalega, það hægt að fara rök fyrir því að nýsköpun sé á einhverju leyti góð, en aftur á móti félagslega tengd vandamál að aukast. Við erum að sjá að menntamál síversna, við erum að sjá að eymd að aukast, við erum að sjá að geðheilbrigðismál eru að verða verri og verri, við sjáum ákall í heilbrigðiskerfinu og allt þetta hefur að gera með verri lífskjör fyrir sérstaklega þá sem eru hvað lægst settir í okkar samfélagi. Og þegar að það byrjað að raungerast og sett í samhengi við hælisleitendastraum og annað sem að eru breytur sem að þarf að taka til umræðu, óháð því hvort að fólk telja að sé eitthvað sem að eigi að setja í samhengi, þá fólk einfaldlega að gera það. Fólk veit alveg að það aukin heilbrigðisþjónusta sem að krefst túlka, sem að krefst aukinna þjónustu, sem að meira álag á innviði heilbrigðiskerfisins. Það veit þetta allir. Við getum alveg sagt að þetta sé lygi og að það ekki setja í samhengi við öryrkja, að það ekki setja í samhengi við neitt. En ef við erum að tala félagslega innviði í okkar samfélagi sem eru að fara í auknum mæli í þjónustu við fólk sem að hingað kemur, að þá óumflýjanlega þetta þjónusta sem ekki þá veitt annars staðar. Og við getum alveg verið bláir gagnvart í og sagt bara nei, þetta bara lygi og þú bara vond manneskja. En sama hvort að það sé rétt sem ég reynda til að það sé eða ekki, að þá þetta eitthvað sem að fólk mjög mikið að spá í. Og við getum alveg einhvern veginn bara sett, svo við setjum hérna strút samlíkinguna og setja höfuð í sandinn. En það aftur á móti breytir ekki þeim raunveruleika að málefni í Evrópu að verða sífellt eldfimari og við munum koma til með að verða hluti af þeim veruleika. Og þess vegna eins og segi, og eins og ég fjallaði áður, þá þurfum við að gera okkur betri stakkbúin til að gera það. En ég ætla að setja aðeins hérna í samhengi við stjórnarfar sem að virðist vera óbreytanlegt. Það eins og að lýðræðislegur vilji sé einhvern veginn, virtur að vettugi í síauknum mæli. Við erum að sjá að embættismenn, stjórnkerfi að taka sífellt fleiri ákvarðanir og sáum þetta til dæmis bara núna, til dæmis á síðasta kjörtímabili, þá voru stjórnmálamenn bæði í borginni og á Alþingi alltaf að segja við okkur þetta náttúrulega ekki mínum höndum út af því að þetta náttúrulega þessi hérnastofnun eða þetta ríki, og að sjálfsögðu eiga að vera einhvers konar aðhaldskröfur gagnvart valdhöfum sem þá innan stofnana og annað. En það breytir því ekki að lýðræðislegur vilji einhvern veginn verður oft á tíðum undir í þessum efnum. Og nú ég ekki að peppa það hvernig Trump stjórnar það sem að bara einhvern veginn tröllríður öllu og veður yfir allt. En mér finnst þetta samt áhugavert að pæla í þessu bara undir þeim formerkjum að til dæmis, ef við tökum til dæmis bara hælisleitendamál í Bretlandi, þá held ég að hafi verið 2011 sem að 73% sögðu að þeir vildu ekki einn hælisleitenda frá Mið-Austurlöndum með viðbót. Og það náttúrulega gekk ekki eftir, heldur var bara lýðræðislegur vilji einhvern veginn settur til hliðar.
Kannski það bara eðlilegt, kannski eðlilegt að mannúð okkar sé þannig úr garði gerð að við eigum að taka á móti öllum þeim sem að hingað vilja koma, en þá náttúrulega eins og oft rætt þá erum við ekki með velferðarkerfi. Sama hvort okkar líkur betur eða verr við þann veruleika að þá það bara eina sem að kemur upp úr hattinum. En mér langar að tala aðeins það eru 2 myndbönd. Mér langar annars vegar að sýna ykkur stutta klippu af Milton Friedman þar sem að hann talar almennt stjórnarfar og lýðræðislegan vilja, og ég ætla bara að spila fyrir ykkur þessa klippu og svo ræða við hana aðeins. You can only aim at equality by giving some people the right to take things from others. And what ultimately happens when you aim at equality is that A and B decide what C shall do for D. A society that aims for equality before liberty will end up with neither equality nor liberty. And a society that aims first for liberty will not end up with equality, but it will end up with a closer approach to equality than any other kind of system that has ever been developed. Já, þannig heyrið þið náttúrulega í miklum snilling, en það eitthvað píanóleikur hana sem að kannski fer í taugunum sumum, en mér finnst alltaf bara skemmtilegt að hlusta. Þannig náttúrulega talar hann og ég staldraði sérstaklega við hennar punkt, bara stutt klippa, og ég staldraði sérstaklega við hennar punkt þar sem hann var að segja að A og B ræða það hvað C gerir fyrir D. Og þetta mjög áhugavert út af því að þetta svolítið það sem við búum við í dag, þar sem að við erum með einhvers konar, segjum sem svo að hópur A séu lobbyistar, fólk sem að mætir í fjölmiðla og tjáir öðrum hvað þessi rosalega gott fólk og hvað ætla að bjarga öllum heiminum, hvað það ætlar að gera náttúrulega aðalega fyrir peninga annara sem ég alveg að fara að koma inn á. B þá stjórnmálamenn sem að eru of meðvirkir gagnvart þessu fyrirkomulagi og segja já, þessi manneskja segist að ætla að vera rosalega góð við aðra og þar af leiðandi eigum við að láta hana hafa pening. Hvar fáum við peningin? Jú, hjá C. Til að gera hvað? Til að bjarga D, sem eru þá einhverjir hópar sem að viðkomandi, sem að hópar A, sem eru þessi lobbyistar og fólk sem að segist hafa einhverja umfram samkennd með öðrum, eru tilbúinu til þess að ekki að leggja neitt fram annað en sínar hugmyndir það hvað C að gera fyrir sinni pening. C náttúrulega atvinnurekendur og atvinnulífið í heild. Og þegar við erum með þetta fyrirkomulag, þar sem að hópar A, lobbyistar, að tala við stjórnmálamenn sem að síðan ákvarða hvað atvinnulífið, sem hópur C, eigi að gera fyrir hóp D, að þá erum við búin að rjúfa úr sambandi ákveðin lýðræðislegan vilja. Og þetta búið að eiga sér stað á ótrúlega stórum skala undanförnum árum. Það líður ekki sá fréttaþáttur þar sem einhver lobbyisti eða einhver manneskja kemur ekki fram og segir, heyrðu, mér finnst vandamál algjörlega vera ómögulegt og ég alveg miður mín yfir því að einhver hafi það ekki af gott og aðrir og ég einhvern veginn þarf að jafna kjör þessa fólks. Og þá einhvern veginn segja stjórnmálamenn, já, maður, það alveg rétt hjá þér, við þurfum að fara að taka á þessu. Og einhverjum ástæðum bara fólk tilbúið til þess að vera að taka þessa peninga og ætla að gefa D. En það ákveðið plot twist í þessu sem að það að sjaldan fer þessi peningur til hóps D, það að segja einhverja minnluta hóp sem að minna má sín. Heldur þetta aðalega til þess að greiða pening til hóps A sem að segist svo að ætla að hjálpa hópi D. Og þetta erum við að sjá í ótrúlega miklu mæli. Við erum til dæmis búin að sjá fyrirbæri eins og Bjarg og Blær og Halla Gunnarsdóttir og aðrir sem að standa undir þessari dellu eru búin að vera að fá ódýrari kjör á stofnkostnaði, fjármagn sem stendur ekki öðrum til boða til að gera hvað? Jú, til þess að lama húsnæðismarkaðinn með sértækum úrræðum fyrir sértæka hópa og sértengdum lánakjörum með sértæk laun og sértengt allt. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Þetta búið að valda því að minni verktakar hafa minni getu til þess að takast á við verkefni og út af því að þeir náttúrulega fá ekki sama aðgengi og þessir hópar. Þetta ástæðan fyrir því að við sjáum hækkandi fasteignaverð og jafnvel sama fólk sem að lama
húsnæðismarkaðinn með fyrirbærum eins og Bjarg og Blær líka að tala fyrir því að krónutölur eiga að hækka til þess að gera hvað? Jú, til þess að koma til móts við hóp D. Þessi hópur D mun aldrei græða á því að krónutölu hækka út af því að ef að krónutölu þeirra hækka þá hækka krónutölu allra aðra sem að skila sér að lokum inn á fasteignamarkaðinn. Og hvað gerir svo í kjölfarið? Jú, þetta verður frábær fjárfestingarkostur út af því að steypa hækkar alltaf út af því að þú getur gert ráð fyrir því að þessir sömu hópar sem eru að lama húsnæðismarkaðinn eru líka að tala fyrir því að verða hærri krónutölur og þá flott fyrir því að eiga steypuna. Þetta það sem að gerast. En við einhvern veginn erum bara meðvirka hvort þessu. En mér varst það bara svo áhugavert að Milton Friedman talar hann þetta að hópur A og B tala það hvað sé að gefa D. Og þetta, ég einhvern veginn, já, kveikti ekki á þessu, ég verði þetta kveikt á þessu, en þetta setti þetta í svo skýra mynd og þess vegna vildi ég sýna ykkur. En mér langar að sýna ykkur eitt viðbót sem að mér þykir mjög áhugavert, en þetta þegar að Milton Friedman kemur til Íslands og ég hef reyndar spilað klippu úr þessu áður, en ég ætla að sýna ykkur þetta og svo ræðum við þetta. I have been fascinated by the fact that in country after country you have a paradox. You have what is supposed to be a government of the majority. You have a representative government. And yet that government repeatedly does things that a majority of the people oppose. You go around in the United States, for example, where I know the situation best, and you will find that a majority of the people in the United States think government is spending too much, imposing taxes that are too high, and would like to see government cut back. At the same time, the representatives of the people through the parliament, through what we call the Congress, you call the parliament, follow policies which lead to those results that the majority deplore. The reason for that, I believe, is that we have a defect in our governmental institutions. What we have is a situation in which minorities, special interest minorities, are able to exercise undue influence. In my opinion, so far as the United States is concerned, our solution to that is going to be through public action which will lead to constitutional provisions setting narrower limits on government. That was a device that was adopted in the 18th century by the founders of our country in the original Constitution, and we need to reinforce that, in my opinion, by using the Constitution to set narrower limits on the scope of government. Sko, nú veit ég alveg að það eru margir sem að segja nei, það er flott nú að ríkið sé umfangsmikið, en aftur á móti þá breytir það ekki þessum punkti sem hann bendir á þann í upphafi, þar sem hann nefnir að lýðræðisviljinn hefur svolítið verið tekinn úr sambandi og mér þykir það reyndar hafa aukist frá því að hann að tala þarna, ég ætla að segja ekki 1981 eitthvað svoleiðis, sjá, þetta 84, þetta 1984, en þannig þetta að ræða þetta og mér þykir þetta hafa versnað. Ég held að lýðræðislegur vilji sé miklu meira bundin einmitt í þessum minnihluta svona hagsmunahópum sem að segjast hafa hagsmuni. Við höfum tekið eftir í til dæmis eins og með landvernd og aðra sem að segjast hafa hagsmuni af því og eiga að vera einhvern veginn hafður með í ráðum. En aftur á móti að þá engin lýðræðislegu vilji fyrir því að þeir séu hafðir með í ráðum. Það engin vilji að þessir hópar sem að segjast sjálfkrafa að vera hagsmunahópar séu hafðir með í ráðum. Og einhverju leyti náttúrulega að molna undan þessu. Við erum að sjá náttúrulega núna þegar wokeið dautt að fólk hefur miklu minni húmor fyrir þessu. Það hefur náttúrulega líka komið til vegna þess að við erum að sjá að menntakerfi verður verra, heilbrigðismál verða verri. Við erum að sjá ýmis svona félagslega tengd mál verða verri og þá bara verður þetta svona. En mér langar að setja aðeins í samhengi við vestræna menningu. Því að það svolítið rót þess hvernig fyrir okkur komið akkurat í dag út af því að núna höfum við náttúrulega komið okkur þá grafalvarlegu stöðu að akademían einfaldlega orðin ómarktæk að stóru leyti. Það ótrúlega mikið af dellu hugmyndum sem að krefjast þess að þau hafa áhrif á alvöru vísindi.
Við höfum séð þetta náttúrulega í miklu verra mæli í Bandaríkjunum þar sem að það er komið einhverjum dellu hugmyndir eins og hinsegin stærðfræði og einhver, samkynhneigð algebra og eitthvað svona, nýlendu vinkill á það hvernig við horfum á líffræði, lífeindavísindi og eitthvað þannig. Þetta er eitthvað sem hefur raunverulega gerst og ég held að við þurfum að taka þetta alvarlega út af því að þau vísindi sem notuð síðan hérna í íslensku samhengi og eru nýtt til þess að taka ákvarðanir jafnvel stjórnkerfisins hafa óumflýjanlega verið smituð þessu út af því að ritrýndagreinar eru nýttar til þess að undirbyggja vísindi hér á landi. Fólk innan félagsvísindasviða og innan hugvísindasviðs hafa reyndar lýst yfir áhyggjum, ekki opinberlega, en ég hef rætt við fólk sem hefur lýst því fyrir mér hvers konar, hryllingur hefur átt sér stað innan íslenskrar akademíu þar sem að bara ekki kannski sama skoðanakúgun og er að eiga sér stað í Bandaríkjunum en samt sem áður skoðanakúgun er að eiga sér stað og einhver svona feminísk fræði og hinsegin fræði og fötlunarfræði og öll þessi svona gremjufræði eru búin að krefjast þess að eiga einhvers konar aðkomu inn í öll önnur svið. Og þetta er náttúrulega bara algerlega ótrúlegt að vera að fylgjast með því að þessi hlutir séu að gerast hér líka. Ég held aftur á móti að það sé gott að þetta sé að molna undan þessu í Bandaríkjunum út af því að þá er ólíklegt að þetta myndi koma til með að leiða til mikilla hörmunga og það hefur gert þar. En það er samt rótað þessu sem að er þetta með vestræna menningu sem að mér er tíðrætt Mér finnst gaman að tala vestræna menningu, mér þykir vænt vestræna menningu. Ég held að vestræn menning sé ástæða þess að við höfum og búum við mikla velmegun og raunber vitni. Og það sem er áhugavert að fylgjast með er að þetta sem hefur verið kallað einhverjum óskiljanlegum ástæðum vísindi á undanförnum árum talar allt gegn vestræna menningu. Og það er eiginlega, ég veit ekki alveg hvernig maður á að koma því orð en þetta er að mínum mati ógeðfellt að við séum með vísindagreinar þar sem að fólk er krafið það að greiða fyrir það að eitra fyrir hugum fólks og aðalega undir þeim formerkjum að það sé að vera að bæta samfélagið með því einhvern veginn að reyna að finna fleiri leiðir til þess að finna út að einhverjir karlmenn séu rasistar og karllægir, hvítir, cis-heteronormatífir, hinsegin óvænn veruleiki séu einhvern veginn að valda öllum sem eru ekki hvítir karlmenn þeim ónotum að gera veruleikan þeirra bara ómögulegan og þetta er náttúrulega bara einhver della sem að enginn á náttúrulega að hlusta á. En allt byggir þetta á því að það sé vestræni menningu að kenna og sérstaklega kapitalisma. Ég var að hlusta í gær ég var að hlusta live á Samstöðun og þar var ung kona sem að er að tala fyrir hagsmunum kynlífsverkafólks, held ég að segja þetta rétt. Þar sem að fólk sem að er að selja sig er í einhverju hagsmunabaráttu og ég ætla bara að spila fyrir ykkur stuttaklipu. Ég þarf að finna hana, ég ætla ekki að spila þetta en ég ætla að spila þessa stuttaklipu og hérna svo ræðum við það. Kynlífsiðnaðurinn er gerður upp af fólki sem vill vera þar, fólki sem vill ekki vera þar en neyðist til þess af fjölbreyttum ástæðum, oft tengt kapitalisma og svo fólki sem eru þolendur mansals og vilja ekki vera þar en eru haldin þar að valda meira fólki. Við sjáum það líka í túristageiranum, í byggingaiðnaðinum, í ræstingum, í fegurðariðnaðinum og veitingabransanum meðal annars og kerfin okkar þurfa að vera til staðar fyrir alla þessa hópa á viðeigandi hátt. En þegar við tölum mansal þá erum við að tala ofbeldi sem manneskja eða manneskjur í valdastöðu, svipta fólki með þá minna eða ekkert vald í aðstæðum af frelsi þeirra til þess að gera það sem þau vilja. Af hverju er þetta alltaf gegn kapitalisma? Þetta er alltaf vandinn er náttúrulega sá að það er kapitalismi. Það hefur ekkert að gera neitt með mannlegt eðli, það hefur ekkert að gera með annað heldur en það að fólk sem er tilbúið til þess að greiða fyrir þjónustu, það er í rauninni vandinn við það að fólk sé að selja sig. Og þetta er náttúrulega mjög fyndið alltaf að heyra þetta frá fólki sem segist vera í hagsmunabaráttu fyrir þá sem er að selja sig, samhliða því einhvern veginn að gera
það fólk óábyrgt gagnvart eigin ákvarðanatöku það að selja sig. Að það að selja sig einhvern veginn þeim sem að selur sig algerlega óviðkomandi. Við sjáum til dæmis núna sem að ég reyndar ósammála, mér finnst bara fólk að vera frjálst til þess að selja sig, en það náttúrulega óskynsamlegt að mínu mati. Og það var fyrir nokkrum árum, það var náttúrulega komið stórkostlegast hagsmunabaráttu fyrir þeirra sem voru að selja sig á OnlyFans sko, með einhverjum svona netpimp, og þá var það allt í einu orðið rosalega hipp og cool sko, og það mátti ekki gagnrýna það sko. Og svo náttúrulega fór allt í klessu hjá held í flestum sem í þessu út, og því að náttúrulega þetta hefur hræðilega áhrif á alla geðheilsu. En ok, mér finnst samt að fólk eigi að vera frjáls til þess að gera það. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu, og eitt af þeim Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega, og það nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Núna eru Stígamót og fleiri náttúrulega að tala fyrir því að þetta eigi að vera bannað með öllu, og eigi ekki að, og einhvern veginn, ég held að Drífa Snædal hafi jafnvel sagt sko, hún náttúrulega formaður Stígamóta, framkvæmdastjóri, annarkvort. Hún náttúrulega segir að þetta sé bara alltaf nauðgun. Ég ekki sammála því. Ég held að ef að fólk að eigi viðskipti með líkama sem sérstaklega utan þriðja aðila, þá finnst mér það ekki hægt að færa rök fyrir því að það sé jafn alvarlegt og nauðgun. En þú veist, það náttúrulega alltaf þetta með sko þessar hugmyndir það einhvern veginn að þetta sé kapitalismi, þetta vestræn menning, og alveg sama hvort að allir eins og með þetta með OnlyFans og hagsmunabaráttu þeirra og Stígamót sem að tala gegn allri sölu á líkamum, allir samt samanist það að þetta sé allt vestrænu gildum að kapitalismi að kenna. Og það svo áhugavert að fylgjast með því að sko fólk sem að talar gegn vestræni menningu samt sem áður að njóta alls þess ávaxtar sem að hefur komið í kjölfar þess að við búum við vestrænt lýðræðiskerfi. Þú veist, hvar í heiminum betra að vera heldur en það sem vestrænt lýðræði og kapitalist kerfi? Þú veist, eina ástæðan fyrir því að við getum verið með þessar hugleiðingar út af því að vestræn menning hefur búið til slík lífsgæði að við í stakk búin til þess að vera að ræða hugmynd, svona dellu hugmyndir það að cis-heteronormatífir hvítir kallar einhvern veginn að grafa undan tilvist kvenna með sinni tilvist, út af því að þeir taka svo mikið pláss. Munið eftir manspreading. Það var að vera að tala það að karlmenn væri alltaf að sitja vitlaust og þess vegna væri þeir svo mikið ógeð sko, en samt sem áður alltaf þessi sama hugmyndafræði, þessi kynjavinkill og allt dótið, líka bjarga strákum sko. Þeir líka alltaf þrátt verið það að við séum að tala þá eins og þeir séu algjört ógeð, að þá það samt sem áður líka svarið við öllum þeirra áhyggjum. Þetta náttúrulega, auðvitað þetta brandari og enginn tekur þessu alvarlega, þú veist, ef maður var alltaf svona að hugsa þetta í samvætti við svona skrifstofu og kaffistofu samræðum. Það enginn sem tekur varstu búin að taka kynjavinkilinn á verkefni sem þú varst að sinna í því að greina hagnað síðustu ára hjá fyrirtækinu. En þú veist, þetta náttúrulega bara brandari, en versta við þetta náttúrulega það búið að sannfæra ungt fólk í 100.000 tali það að sækja sér menntun í þessu, sem að verður náttúrulega algerlega tilgangslaus með öllu, eins og mun koma í ljós á næstu árum. En ég einhvern veginn sko, út af því að með vestræna menningu, ég held að hún sé góð og ég held að hún sé reynda bara frábær, og það búið að vera ótrúlega meðvirkni gagnvart þessum svona hópum sem að segja og tjá okkur að allt sem að vestræn menning hefur skapað sé vont og sé byggt á einhverju rasisma og sé byggt á því að stela auðlindum frá öðrum. Og það hefur verið ótrúlega áhugavert að fylgjast með eitthvað sérstaklega undanfarna mánuði kannski, þar sem að umræður til dæmis útlendingamál og svona feminísk mál og eitthvað þannig hefur náttúrulega, fólk tekur minna og minna mark á því. Ég held að sé rétt, fólk alltaf að tala um eitthvað bakslag, ég held að sé betur fer við að sjá bakslag í því að dellu hugmyndir eigi stanslaust að vera upp á pallborðinu. Og ég hef líka kannski eins og segja, þetta var svo ósjálfbært, en ég ætla að spila fyrir ykkur
sko þetta kannski samhengislaust í því sem ég að tala en mér finnst það samt ekki út af því að það hérna ljóð eftir Kipling sem að Christopher Hitchens fer með og ég hlusta mjög ofta á þetta og ég veit ekki hvort ég hafi deilt því með ykkur áður. Mér langar allavega að deila því með ykkur núna út af því að það undirbyggir líka svolítið það sem ég langar að ræða svo í kjölfarið sem að það hvað við erum sko meðvirk gagnvart þessu sérstaklega vegna þess að við höfum þurft, reyndar ekki við en það var barist fyrir þessum gildum og það var barist fyrir því að við búum við mikla lífsvelmegun og raunber vitni. Ferskur fiskur fastur liður í matarvenjum Íslendinga og þegar veitingamenn bjóða upp á fiska þá þýðir ekkert að bjóða upp á annað en hið ferskasta og hið besta. Fiskhúsi.is býður upp á ferskasta fiskinn, framúrskarandi úrval og að sjálfsögðu afburða þjónustu. Hvort sem það fyrir veitingahúsið, hótelið, mötuneyð eða hvað annað, sama hvar þú ert á landinu, þá ferðu inn á fiskhúsið.is og heyrir í strákunum. Og það líka svolítið gerir okkur sko já, mér finnst allavega þetta ljóð, það á ensku, það var einhver sem, ég held að Gunnar Smári hafi þýtt það daginn á ágætan máta, ég held samt að leyfa ykkur að hlusta á það ensku, að það samt sem áður mikilvægt að hugsa til þess sko að hversu mikið getum við einhvern veginn grafið undan því áður en að fer í óefni. Hversu lengi getum við grafið undan því og þegar við vorum að tala að hlaupa fram að bjargbrúnni. Hversu lengi getum við grafið undan því án þess að það hafi raunverulega áhrif og ég ætla að spila fyrir ykkur þetta og svo hérna langar maður þess að ræða þetta við ykkur. There's one poem that absolutely exemplifies this ethos and which for some reason never dies, I think for many good reasons, is reborn in all generations and it's Kipling's If, which I'll close on if I may. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat these two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn-out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone and so hold on, well, there is nothing in you except the will that says hold on, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you and all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the world and everything that's in it. And what is more, you'll be a man, my son. Yeah. Já, maður eiginlega klökknar alltaf við að hlusta á þetta. Sko, það er margt við þetta ljóð sem að mér langar að ræða. Í fyrsta lagi, sko, talandi út af því ég að ræða þetta í samhengi við meðvirknina gagnvart þessari dellu sem hefur átt sér stað. Og í Bretlandi hefur þessi della náttúrulega olli því að málefni útlendingamál eru komin í óefni þar sem að út af því að þetta var ekki rætt afleitar afleiðingar sem að kæmu í kjölfarið á því að aðrir menningarheimar kæmu til landsins og hvaða áhrif það myndi hafa og þar fram eftir götunum. Þá erum við komin í þessa hræðilegu stöðu sem ég var að ræða þaðan. En eins og í University of Manchester, það er að segja háskólann í Manchester, þar sem að í júlí 2018 þá var þetta ljóð skrifað á vegg í byggingu skólans og það þurfti að skipta því út af því að þetta væri einhvers konar svona rasistatal og væri í rauninni Rudyard Kipling væri einhvern veginn hluti af, út af því ég held að hann hafi fæðst á Indlandi, að þá var þetta hluti af einhverri nýlenduhyggju og þetta ætti nú ekki að vera út af því að þetta væri ekki hluti af hinnu nýja Bretlandi sem að myndi óumflýjanlega
myndi óumflýjanlega rísa. Og það er svona meðvirkni, þetta er alltaf svona litlir hlutir, þar sem er alltaf einhvern veginn verið að taka niður það sem að hefur að gera með vestræna menningu til að skipta því út fyrir einhverja dellu hugmyndir það að allt hvítt fólk hafa verið rasistar og eitthvað þar fram eftir göttunum og einu aðilar sem að höfðu átt þræla voru hvítir og eitthvað þannig. En það er eins og við höfum verið ótrúlega meðvirk gagnvart þessu, en ég held að sú meðvirkni sé að hverfa og ég held að þetta myndband sem ég var að sýna ykkur áðan með rótina, ég held að enginn taki því alvarlega, að við hefum einhvern veginn, við hefum náttúrulega að íhuga það hvort að hið kapítalíska kerfi og svona það sem hefur byggt upp okkar efnahag betur heldur en búið betur okkar efnahag heldur en á nokkru öðru ríki hefur nokkuð tíma tekist að gera og svona þessara ríkja samsetningu sem að vestræn lönd eru, ég að sjálfsögðu ekki að tala um Evrópusambandið, að það er einhvern veginn allt í lagi að vera grafandi að þessu til þess að koma til móts við það að einhver ákveður að fara að selja sig og sér þá náttúrulega sjálfkrafa fórnalamb. En þetta er ástæðan fyrir því aftur á móti að ég held að þetta snúist alltaf kapitalisma er út af því að þessi hugmyndafræði þessa gremjufræði, kynjafræði, hinseginfræði, einhvers konar kynþáttafræði og annað, þetta byggir alltaf því að það sé ekki umræður. Þú þarft sjálfkrafa að bara útskúfa og slaufa öllum sem hafa einhvers konar athugasemdir ágæti þinna hugsjóna. Og af hverju er það? Jú, út af því að þegar við erum að tala þessar hugmyndafræðir sem eru náttúrulega bara dellu hugmyndafræðir, að þá standast þær ekki skoðun. Þær standast ekki að vera settar í kastljós í samhengi við aðrar hugmyndir. Þær geta ekki tekist á við samkeppni annarra sjónarmiða. Það er ástæðan fyrir því að við erum að sjá stanslaust útskúfanir, við erum að sjá stanslaust það að þú sért vond manneskja ef þú ert að einhverju leyti ósammála, út af því að ef að þetta fólk hefði rétt fyrir sér og væri í raun og veru að standa á vísindalegum grunni, að þá myndum við aldrei þurfa að þola það að vera sífellt að vera kallað einhvern veginn rasisti og fasisti og mannhatari og kvenhatari og hinseginhatari og allt þetta slæma. Það er út af því að þessar hugmyndir sem að koma úr þessum gremjufræðum standast ekki skoðun, standast ekki þá ágjöf þegar að það er sett í samhengi við aðrar betri hugmyndir sem að hafa leitt til betra samfélags að mínum mati sem er vestræn menning. Og þetta er náttúrulega ástæðan fyrir því að við höfum séð þetta svolítið tröllriðið öllu sem að við kemur okkar samfélagi er bara út af því að það hefur bara verið meðvirkni gagnvart þessu. Velmegunin hefur gert okkur svo meðvirk að við erum alltaf tilbúin til þess að lúta eða standa ekki lappirnar. Það er ekki flóknara en það. En það er annað sem ég langar að ræða sem að er það sem hefur kallaður afganski skandallinn, þar sem að í Bretlandi var eftir að talibanar tóku við árið 2021 að þá var gagnasöfnun Breta, leyniþjónustunnar eflaust, þar sem að þeir tóku saman tölur og nöfn yfir þá sem að hefðu komið einhvern tíman við í því að aðstoða Breta eða einhverjir sem að hefðu jafnvel gerst sekir eitthvað misjafnt, að það var nafnalisti leyniþjónustu Breta sem að hélt utan þetta. Og nú þegar að talibanar komist yfir þennan lista, það var gagnaleiki, að þá í leynilegri aðgerð gripu Bretar til þessa ráðs að flytja alla þessa Afgana til Bretlands án þess að skrá þá sem hælisleitendur, og það var einhvers konar leynileg aðgerð til þess að fela það að einhvers konar misferlar hefðu átt sér stað innan stjórnsýslunar. Og þetta hefur valdið miklu fjaðrafoki og hefur valdið því að ástand sem að nú þegar er verulega slæmt er orðið enn verra í Bretlandi. Málefni hælisleitenda er náttúrulega eitthvað sem að bara tröllríður öllu sem við kemur pólitíska veruleika Breta, og þetta er náttúrulega setjið líka í samhengi við það sem ég var að tala áðan, að ef að í Bretlandi allt síður upp úr og þá mun það óumflýjanlega koma til með að hafa áhrif á alla Evrópu. David Betts sem ég var að tala áðan, það segir það að þetta mun koma til með að dreifa úr sér rosalega hratt. Það er að segja ef eitthvað fer út í óefni
í Bretlandi eða í Þýskalandi eða í Frakklandi eða annar staðar, Danmörku, Noregi, Svíþjóð er náttúrulega mjög líklegur kandidat í þessum efnum, að þá mun það koma til með að leiða til annara átaka annar staðar í álfunni mjög fljótt. Við erum náttúrulega með interneti núna, við erum með miklu betri upplýsingagjöf, þannig að við búum við allt annan veruleika heldur en hefur kannski ætíð verið annar staðar í heiminum þegar kemur að borgarastyrjöldum. En ég ætla að ræða þetta með afganska skandalinn kannski örlítið frekar þegar að maður veit kannski meira. Þetta var náttúrulega bara að koma í ljós í gær held ég, alveg örugglega. Og þetta er langstærsta málið núna á Bretlandseyjum og það verður mjög áhugavert að fylgjast með því. En ég ætla að ljúka þessu á að sýna ykkur myndband þar sem að Nigel Farage kemur birtir viðbrögð sín við þessum skandal. The Afghan scandal has broken. Extraordinary that a British government put a super injunction on all the British media that lasted for over 2 years to cover up a story of incompetence, dishonesty and a threat to our own national security. An email missent published the names of 100,000 people in Afghanistan that were available to the Taliban. Many of them had helped us during that 20-year war there. Others were known to us for being, frankly, just bad people. Either way, it was decided in 2023 that we would airlift many of them out of Afghanistan, a process that continues to this day. We decided that 25,000 of the 100,000 should come to the United Kingdom. Amongst the number that have come are convicted sex offenders. I am not, I promise you, making any of this up. And the total cost of the operation has been a staggering £7 billion. Of those that came, none of them were included in the immigration figures. There has been a total veil of secrecy put upon this by the last Conservative government and frankly carried on until now by the current Labour government. The numbers are off the charts. The cost is beyond comprehension. And the threat to women walking the streets of this country, frankly, is incalculable. I can't think of a better example of the total incompetence, dishonesty, and genuine lack of understanding what the priorities of a British government are than this Afghan scandal. Labour are collapsing in the polls already, but don't let the Conservative Party, don't let Kemi Badenoch or that very odd little figure Chris Philp, who appears occasionally on our screens, to say, isn't it terrible? They caused it in the first place, and for this, they should never, ever be forgiven. Sko, við verðum náttúrulega að gera grein fyrir því að Nigel Farage er líklegur kandidat fyrir forsætisráðherra í næstu kosningum og þegar það mun gerast og ef að verður ekki hægt að grípa til raunverulegra aðgerða í hælisleitendamálum í Bretlandi að þá mun hann óumflýjanlega taka við stjórnartaumunum. Hvað finnst fólki það? Það er svo sem bara alls konar en ég held aftur á móti að það gæti orðið farsælt skref fyrir Breta út af því að það er núna var íhaldsflokkurinn við stjórn fyrir ekki svo löngu og núna er Keir Starmer sem verðist vera að klúðra öllu sem að klúðra verður að hann er við stjórnartaumana núna og það er ótrúlegt að fylgjast með því hvers konar tölur hann er að sjá sem svona ánægju könnunum þannig að þetta verður mjög eldfimt en eins og ég segi, svo takk þetta nú allt saman. Mette Frederiksen er náttúrulega að setja á þessa herskildu svo að fólk muni, verða þrýst í það að ákveða hvort það sé Dani eða hvort það sé frá einhverju öðru landi. Þetta verður, vestræn menning mun skipa mikilvægan sess í þessum umræðum. Ég held að verði miklu meiri umræður vestræna menningu og hvað hún þýði og hvað hún er í kjölfara á þessu. Ég held að það sé vel en ég aftur á móti held að það séu mikið jarðsprengjum á leiðinni í þeirri vegferð sem að núna við erum óumflýjanlega að fara að feta. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Partus.is /einpæling ef þið líkaði vel við þetta efni.
Alvörubón, Poulsen, Bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate og fiskhúsið.is. Verslið við þess aðala. Þetta eru aðalar sem að sjá til þess að þetta efni á sér stað, samhliða mínu yndislegu áskrifendum. Þannig að, já, bara verslið við þess aðala, þetta er fólk sem er tilbúið til þess að ég tala um eldfim efni og samstarfsaðala mínir vita það, en þeir standi í lappirnar, þannig að ég bara hveti ykkur eindregið til þess að nýta þjónustu þeirra, því að þetta er fólk sem stendur bak við tjáningafrelsi, er ekki alltaf sammála mér, það er ekki þannig og ég bara vona að það sé enginn alltaf sammála mér. En aftur á móti er þessi fyrirtæki að standa undir því að við séum með heilbragða og hreinskilna umræðu hér á Íslandi. Þannig að Alvörubón, Poulsen, Bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate og fiskhúsið.is. Verslið við þess aðala. Og takk aðeinslega fyrir að hlusta. Þangað til næst.